Ég byrja að lesa fyrir skilaboð sem að þetta er SMS sem að vinkona Jófinu fekk. Ok, bring it. Erum við up and running svona? Yep. Ok, betur. Jú. Já, við erum up and running. Ok. Skilaboðin er svona: hver er þetta og hvað heitirðu? Þetta er skilaboð sem hún fær í SMS-i. Og ég les bara nafnið, það skiptir ekki máli. Jórunn. Ok, og hvernig þekkir þú, og það er búið að blurra át nafnið, segjum bara Jón. Og hvernig þekkir þú Jón? Ég þekki engan Jón, þú ert með vitlaust númer. Já, ok, þetta símanúmer var í símanum hans, bara pæla. Ég er ekki að reyna að vera dóni. Síðan bara líða einhverja vikur og fær hún aftur skilaboð. Hæ, hvernig þekkirðu Jón? Og hún segir, ég bara þekki engan með þessu nafni og viltu vinsamlegast ekki vera að senda mér fleiri skilaboð. Ok, ekkert mál, kveðja frá konun hans. Og þá segir Jórunn, ég hef aldrei heyrt nafni Jón áður og ég hef aldrei gefið ég hef ekki gefið símanúmerið mitt í cirka 10 ár, gangi þið vel. Þá skrifa Pían á móti, 10. mars 2022 klukkan 11:59 sé ég SMS skilaboð frá þér til hans sem ég virðist bara ganga mjög vel, en takk fyrir. Hvar heldur ég að eiginlega fengi númerið þitt? Og þá svarar Jórunn, ég gaf þér skíðabuxur fyrir þig og dóttuðina, ég auglisti það á brask og brall og þú komst að sækja þér með dóttuðinni. Og þá segir Pían, ó guð, þaðan er númerið, fyrirgefðu. Fokk að þú hefðu. En hvað sér, hefur Jórunn aldrei heyrt Jón? Ég las bara eitthvað nafn. Já, ég er bara, oh my god, algengst nafn í heim. Ég hef aldrei heyrt þetta nafn áður. Þetta hefur pottet verið eitthvað svona flókmundur eða eitthvað. Þetta er þvalur. Ég er aðeins að finna mig hérna í þessu nýja stúdíu. Þessi skólanum. Já, þetta er pínu þessu skólanum. Ég það svona látnir. Og núna erum við í mynd líka. Já, ég er finna það. Og saknaði þetta að vera blurraður. Ég held að þessi þáttur sé lokaður. Ok. Ég held það. Ég held ekki. Er það ekki? Ég veit það ekki. Ég sá bara fyrir mig að ef við ekki gunna tvo svona og taka sér bara svona? Já. Þetta hér? Já. Og gunna svona tvo þetta? Ég sé ekki neitt. Nei. Ég sé ekki neitt. Það er svo gott að vera hérna, það er svo ógeðslega gott að vera núna konum með áskrifundur og geta einhvern veginn verið bara alveg sponsorlausir. Já, það er svo næs maður, við þurfum ekki að svara neinum. Já, það er næs. Herðu, hvernig fílar þetta hér? Hljóðið? Já, það er alltaf læg. Mér finnst alltaf læg, mér finnst það ekki, en mér finnst ekki ógeðslegt að heyra. Mér finnst ekki ógeðslegt að heyra. En veistu hvað mér finnst ógeðslegt að heyra? Fólk smjatta. Finnst ógeðslegt að heyra þetta hér? Nei. Þinn svo bara pínu ógeðslega og svona. Eða, byrju. Hei, ok, ég meina keppni sem ég var að fara í. Hvað til hérna? Já, of course. Förum í keppni hver getur gert meira sexy drykkjarhljóð. Ok, já, til það. Byrju. I got you. Hver að byrja? Ég set the mood. Ég heyri það.
Og þú byrjar. Ok, tilbúin. Já. Ég verð að fá með eitt sopa fyrst samt. Ég bara venjulega, ekki, já. Ég að drekka eitthvað svona búst líka hana. Ég ætlaði líka... Ég ætla að setja aðeins meira en að... þetta. Á ég að gera það sexy fyrir... Píu... Ef ég snerti tölunum mína... Heyrðu? Já, ekki snert hana nema þú þurfur þess. Ok. Er ég að gera það sexy fyrir... KK eða KFK? Ég til í bæði. Fyrst erum við, þú veist, setjum scenario, við erum á lausu og lappar hann á hótelbar. Ok. Og þar situr kærastæðin, núverandi, en þú ert ekki búin að kynast henni ennþá. Og þú basically, þú veist, horfir á hana og sest hliðin á henni og þú meikar ekki alveg make a move. En ég þarf að láta the shit do the move for me. Já. Af því að þú veist, ég veit ekki, þetta svona, þú veist, ég hef alveg séð fólk bara gera hluti, bara how they walk and how they talk. Þannig að, ok, þú ert basically sestliðin á henni, hún horfir á þig, já, nei, hún að horfa á þig og þú ert að fara að taka sopa, þannig að þú getur ekki beila á þig að sulla á þig. Þannig að you better make it sexy. Ok, I'll make it sexy, dude. Ok. Fara hans nær, Já, ég komin í gír. Ég líka fyndið að félagið mér fór með svona date og hann opnaði svona orkudrykkjadós með einni hendi. Já. Og hann sagði mér frá því. Svona, já, líka á dateinu og opnaði svona með einni hendi. Þú veist það, ekki nett. Ekki nett svo. Ok, tilbúin. Já. Ok, þetta var fyrir lag. Definitely ekki ógeðslegt. Mér fannst það frek, þetta var kannski ekki sexy, en eru við ekki í keppni? Jú, en sko, eigum við að klára sexy keppnina fyrst og síðan fara í impressu gaura, eða eigum við að klára bara... Vilt þú taka líka sopa fyrir gaur, eða á ég núna að taka sopa fyrir gellu? Þú átt að taka sopa fyrir gellu og svo tek ég svona homie sopa og svo tekur þú homie sopa líka. Ok. Sama scenario. Ok. Ég ætla kannski að skipta tónlistand. Þannig fáið þú veist. Það þarf að vera epli og epli, dude, en ok. That's svolítið þitt vibe. Animal. Er það animal? Er þetta ekki animal? Okkur er þetta svo dýr sem spilur lofur þarna. Ok. Nú ég labbaðinn á hótelbarinn. Sest niður, hlamma mér í sófann. Sé serbnesku gyðjuna hliðina mér. But it's too late. Ég að taka sopa þegar hún horfir á mig. Þannig að einu sem ég get gert að klára sopan. Þannig ég ætla að loka augunum og mæla hversu sexy þetta er. Ok. Vá, hvað það var sexy, þú. Já, ég lagði líka áherslu, sko, málið, ég fatt að, ég lagði áherslu á, á stöðnuna, minna sopan. Já, ég lagði áherslu að klára sopan sér fyrst og hafa það ekki efficient, á þess að vera perralegur. Já, ég kann, þetta Ég finnst þetta ógeðslega sexy, þú. Ég fekk bara svona gæsahúð. Þetta er kannski of sexy. Ég myndi ekki drekka svona til þess að gengur börn. Nei, og líka, þú veist, ég held að framtíðin konaðin þarna hefði verið svona, hann er aðeins svo mikill bad boy til þess að stofna fjölskyldu með. Já. Fattar þú hefði getað breytt trajectoryinn á lífinu með þessum sopa? Já, en þannig hefði hún kannski hugsað samt, I can change him. Skilur, kannski hefði ég sett vibeið. En hún svona, hún hugsa örugglega, ég get örugglega change him. En hvað vorum við að drekka? Því það skiptir líka máli. Podcastalinn! Já, við ætlum að taka smá hlé til þess að tala Podcastalann, en þið eru einmitt að hlusta á Podcastalann í boði Podcastalans. Eina sem þið þurfa að gera til þess að
verða vitni af stórglæsilegum valmöguleikum podcastalans að fara á patreon.com/podcastalinn, það patreon.com/podcastalinn og með því að subscriba á einhverja af áskriftarleiðunum okkar sem eru nokkrar, þá fáið auka þátt mánaðarlega, en þá losnið líka við að þetta komi inn í miðjum þætti, pælið í því, þá þurfum við ekki að hlusta á nákvæmlega þetta hérna. Við erum ekkert að tala um það. Þú getur ekki til að styrkja kaffi svona. Þá myndum við að koma. Er þetta ekki bara eitthvað svona cocktail? Verður að cocktail. Af því að þú getur ekki styrkja kaffi og anda síðan með stóru. Þá skaltu bara anda fyrir sjálfa þig. Ef þú drekkur kaffi þá skaltu gera svona. Anda með nefinu helst, bara svo fólk sé ekki þjáningu í kringu þig. En hún var alveg að fara, hún hugsaði, I can change this guy. Já. En málið að hún búin að segja við sjálf sig áður en ég approach hann, þá verði ég að taka eitt sopi viðbútt. Já, var þetta of sexy, þannig að þú eru svona þetta er second segir hún við mig, takk hann að sopa fyrir mig? Nei, hún horfir á þig og tekur sopan og þú sást að hún var að fíla sopa Þannig ég æsist upp og tek annan. Já, þú þarft svona að close the deal núna. Ok. Hún er að báðum áttum. Hún er búin að pikka í vinkonu sína líka og tjekka á þessu sopa. Já, ok, byrju. Hvað eru margar, skiptir máli, hvað eru margar píur á horfum? Það eru 3, þetta er svona smá vinahópur. Ok. Nei, málið, þannig myndu þær kannski halda að ég væri bara til í vera með öllum. Væri ekki þyrstur. Vá, hvað hann þyrstur? Ákveð fannst mér þetta svona fyndi. Ég sá því fyrir mér ákveð bar, 3 píur og horfðu allar að bíða eftir að tekja sopa. Þetta var cool sopi. Þetta var alveg Já, svona drekka fólk í auglýsingum. En herðu, ok, þá komum við að hinu. Já. Og við þurfum að leyfa hlustendum að kjósa þetta. Látum Eið gera klippur, hver er með besta? Hvor sopinn sé líklegri til þess að byrja samband? Já. Ok. Eiður, klippa það. Ég ætla að skrifa það niður. Þurfum við ekki að fara að gera það, af því annars gerum við aldrei. Hvor sopinn er líklegri til að stofna samband? Ok. En þá er það hitt sem er hvor sopinn er líklegri til að eignast vini. Nettan vin. Já. Ertu ready? Já. Tilbúin. Ég myndi aldrei fara þennan bar. Nei, ég samt að komin í smá gýr. Ég er alveg rétt, ég myndi aldrei að kynnast þennan maður bar. Ok, en kannski þetta? Já. Er tilbúin? Já, hver er scenario? Ég myndi mér í sig komin inn í eitthvað svona skatebúð eða eitthvað. Skatebúð? Já. Hvað ætti að drekka þar? Ég held að þetta sé bara tengt laginu ástæðan hverju alltaf eitthvað skatebúð. Já, kannski ég vel eitthvað annað. Já, mér langar líka ekki, ég væri ekki til að... Hvar kynnist maður? Hvað er ekki þetta? Er ég að frekar kannski nettan gaur til að ríða það? Aðeins of... Ok, byrju. Förum í eitthvað frekar svona skvaldur, en það ekki? Þetta er alltaf... Hei! Ekki? Nei, þetta er svo vinnlegt. Ég ætla að reyna eitt í viðbót, ok? Erum við ekki að gera vina sopa? Hérna? Já. Já. Við erum bara eitthvað svona að sofna. Nei, hvað minnur, þetta er algjört hérna... Sjöka.
þetta svona lo-fi eitthvað. Já, það er þriðjudagur, neðri hæðin á prikinu og þú lappar inn, lítur vinstri og sérð bara eitthvað ógeðslega, nei og sérð alveg bara svona ógeðslega nettangur. Þú sérð alveg bara svona á fötum, honum drullu sama í hverju hann en hann samt í ógeðslega nettafötum. Hann næri að gera t-shirt cool, bara plain t-shirt, ég skil þig. Hann bara fittar hann einhvern veginn öðruvísi en okkur. Já, ég veit það. Hann með þarna TikTok-bólinn. TikTok, já. Hefur ekki séð þarna auglýsingarna, það passa svo ekstra vel? Jú, ég alltaf að fá þetta algoritminn. Já, en ertu að tala þannigur? Sem í þannig bólum? Nei, ég meira, hann bara, fittið einhvern veginn, þetta svona vítt, en þessi gaur... Þú sér hans ekki massaður, en hann ekkert að sína. Já, hann ekkert að sína, hann gæti unni í skatebúð, hann gæti unni... Hann gæti áttana. Já, þú veist ekki hvort hann... Ég fíla til þess, ég var til þess í fjölskylduferðum daginn, svona sveitaferðum skólanum, og þá var einn gaur þar sem var frekar nettur á því, og ég hugsaði bara, ég veit ekki hvort hann eigi engan pening eða ógeðslega mikið pening. Þú veist, hann var bara í svona careless fucking stíl með eitthvað nettgleri og... Já, ok, já, ég skil, hann við þurfum að taka sopan að þetta gæti verið líka opportunity í framtíðinni. Já. Ok. Ok, er tilbúin? Já. Round 1. Já. Ok, ég sko gef þessu ég gef þessu ég ætla ekki að gefa þessu einhvern, ég ætla að leyfa náttúrulega bara hlustundum að gefa þessu einhvern, en mér fannst þetta mjög nett og það sem mér fannst líka mjög nett sem þú gerir var beglidósuna, af því ég hefði líka gert það. Er það ekki? Samt þá þyrfti ég að vera I don't care about no cans. En það er svo erfitt við það sem ég er að fara að gera af því að ok, ég er núna að impressa gaurinn. Já, það er líka kaldur hérna. Mér er alls sama. Ok, tjekka þið. Þetta var ekki nógu nett í mynd af því ég var eitthvað svona til að ströggla við þetta vandamáli við, mér langaði beglidósina en ég var nýbúin að opna. Já, þú tókst fram yfir. Já. Þannig að hlustundu verða bara að kjósa. Þetta er var allavega okkar svona take á því hvað já ég myndi segja að við varum svona bara að kenna fólki sko. Ég er bara næst þegar þú ætlar að make a move og ert með eitthvað one-liners, think about it og spurning hvort það sé ekki bara sopi frekar. Þú varst, ég segja hvað þú varst með fyndið dót back in the days. Hvað var það? Þú ert no face, þannig að það er alltaf góðu. Já. Þegar þú varst eitthvað svona að birdmana á konur. Já. Þú manst gett svona Ég man ekki mikið. Þú manst ekki mikið, en þú manst þetta. Já. Að þetta var líka gali move. Arnar kallaði þetta píkoka. Hver kallaði það? Arnar, þú. Kallaði ég þetta píkoka? Já. Kallaði það ekki? Ég kallaði þetta bara the bird call. Yeah, the bird call. Þetta voru eitthvað bíómynd eða eitthvað? Nei, ég meina þetta kemur inn bara út frá að hlusta á Birdman og The Wayne og eitthvað. Hvað var þetta? Nei, þetta var bara Nei, þú veist, Og þá voru þær eitthvað svona, er dúa hérna? Eða eitthvað, var það ekki þengi? Sko, málið er að ég var alveg nokkur að finna sögum þessu birdcalli, sko. Fakt, hefurðu birdcallað og endað heima hjá stelpu út frá birdcall? Nei, en fakt, ég hef birdcallað og stelpa endað heima á mér. Já, það er það sem ég var að meina. Sagði ég það ekki mér? Þú sagðir að ég endaði heima hjá henni? Já, en þú veist, er eitthvað mikill munur að enda heima hjá einhverjum? Já, ég fæði að sofa í mínu eigin rúmi. Já. Ég ætla ekki að compromise stuff like this for sex. Ég skildi, en sko one night stand er ekki betra Heyrður í jáum minn? Já. Er ekki betra að vera eitthvað staðar annar staðar og geta farið? Jú. Í staðinn fyrir að þurfa annarkvort að bíða eftir einhver fari eða neyða ykkur til að fara. Bro, sko til þess að hafa á kristaltæru þú veist, þetta var ekki eitthvað dæmi að ég getting late. Nei, þú getur ímyndaðir stelpunum sem kom heim með gæja sem var að birdcallana. Var hann með hjaðris?
Ok, ég myndi vera aðeins meira creative en það var ekki actual fugl. Nei, það var náttúrulega bara, sko, á ég segja þetta. Já. Og þetta tengist gúmmiraskæðanum líka, sko. Er þetta podcast-hæft? Já. Hljómar þetta aldrei... Nei. Allt í ná gúmmira sem mættur og eitthvað svona. Já, og ég segi þetta heim til mín, en þetta var heim til félag minns. Já, ok. Enter the gúmmiraskæ. Já, ok, ég veit, já, einmitt. Við vorum eitthvað í bænum og ég var eitthvað bara fooling around, making bird calls, acting a fool. Acting a bird. Acting a bird. Og svo bara allir staðar að loka. Já. Og félagið mér var bara eitthvað svona maður, þetta er fyndið, þetta er fjarri manni núna, maður svo gamall, en félagið mér var eitthvað svona það er geggjað að fá ykkur stelpur heim í ykkur eftirparti og ég bara svona það hefur verið cool, en við erum bara taxaröðu núna þannig að við hoppum við bíl og erum bara að setja ykkur það að við erum ekki að fara að halda neitt eftirparti. Já. Og svo keyrum við fram hjá taxaröðinu fullt af fólki. Já. Og ég sagði við hann, hei, það sem hún heitir, tjekka á þessu, út um gluggan, brrr, og svo kemur stelpa upp á mér og horfir á mig og ég kem, brrr, og þú heldur sér að djóka, en ég sagði ekki orð við hana. Það var svona þengið mitt, ég ætlaði að fá hann upp í bíl á þess að segja orð. Ég ætlaði bara að tala bird. Já. Og hún eitthvað, hvað er þið að fara eitthvað? Ég bara brrrr, eitthvað svona og hún endur sem bara sestur við bíl. Það er svo ógeðslega fucking weird. Þú veist, ég dýrka það samt, skilur? Þetta er náttúrulega bara messed up, hugsaðu tilbaka. Nei, sko, hún meira messed up en þú. Miklu. Hey bro, we haven't even started yet. Ok. Og svo fyrir við heim og það áfengi byrja að renna að manni og maður er bara heima með eitthvað, sko, ég nefndi ekkert að hlusta á þessu píu. Nei. Ég nefndi ekkert að hafa hana. Mér langaði bara meira bara að fara að horfa á YouTube með vinum mínum, skiljum. En félagið minn var alveg svona pínu kannski get ég Já, er það ekki er ekki eftirparti bara er ekki eftirparti eiginlega bara tvei hlutir? Jú. Nota eiturlyf eða fólk að reyna að hooka upp? Jú, en þú veist eða drekka meira og það, in my opinion er það náttúrulega að nota eiturlyf. Ég menna, þetta var bara eitthvað svo classic dæmi, við ætlum bara að fara heim og smóka og horfa á YouTube og eitthvað. En hún kemur með okkur og við förum út úr Svalir og erum bara eitthvað að spjalla og hún er að segja svo fucking leiðilegt stöf. Reyndur hún að fljúa? Nei, það var ekki svo gott, en hún var að segja okkur eitthvað hundleiðilega sögu og bara svona manni sem ég þekki ekki að tala fólk sem ég þekki ekki leiðilegsta sem ég veit og ég svona leiðilegar en draumar? Já, ég myndi segja það. Já, það er eiginlega eins og draumar. Þetta er bara eins og draumar. Hei, Sigurðan gerði það hér og þá var bara að stella ekki eitt pyrru og maður bara svona, ok, þetta er svo ótrúlega pointless fyrir mér. Ég er eitthvað hlusta á þetta og svo er ég bara svona aðeins búin að smóka og vera aðeins existential og ég er bara, hvað er að gera þetta? Hvað fucking pía, hvað psycho-pía er þetta? Hver er ég? Já, þú getur leikið svo freðin í augum. Já, þú hefur oft verið freðin. Já. Ég er svo lélegur smókar. Ég veit, alveg umömmulegur. Og en allavega, klukkan er þarna til að setja scenario, klukkan er svona 6 morgununa og ég er bara svona að vera þreyttur og félagið minn segir eitthvað að þetta er alltaf góð maður, ég er bara þú er bara að fara að sofa, sko, ég er bara I got it under control og svo bjóstu hjá honum eða? Nei, ég bjó ekki nei, þú veist, ég var að leigja herbyggi hjá honum. Var þetta ekki vinsæleikurinn eða? Jú. Já, einmitt. Vá, myndir það því? Já, fórstu eftir hanga? Já, oft. Já, ok. Á með herbyggisinn upp stiga. Já, einmitt. Og svo var MC uppi, main crib. En var gúmmírasinn í þessu húsnæði? Nei. Nei. Kemur setna, sko. Já, var þetta ekki líka hús foreldrans?
Jó, en þú veist, þau voru flutt í sveitin og eitthvað svona. En allavega, ég sem fer að sofa. Já. Og svo vakna ég við símtal, í 10. Já. Frá félagin minn. Þessum gaur. Já, og ég bara eitthvað, what the fuck, ertu bara að hringja úr næsta herbyggi? Já. Nei, ekki getur pikka mig, það var eitthvað svona á Kjalarnesi. 4 tímum setna? Já, ég held að vera á Kjalarnesi. Og ég segi, hvernig komur á Kjalarnesi? Þú varst ekki að sofa eitthvað? Já. Ég ætla að endur þetta, ég var meira svona okay, you made it happen, dude. Og hann eitthvað, ekki alveg, og ég eitthvað, hvað? Og ég ekki að ljúga þessu, þetta fucking að steikta sem ég heyrst. Nei, sko, hún er farin, og ég eitthvað, og hvað, ertu heima hann? Ég er að passa hundan hennar. Passa hundan hennar? Hvert fór hún? Ég held í alvörinni, ég er ekki að spæsa þess að sögu bara for the fuck of it, ég man ekki alveg, ég held án þess að hún hefði fyrir að hitta annangur. Það væri svo geðið. Ég held það. Þú veist, hún var að fara bara í eitthvað svona sniff-sniff-partí, skilur þú? Sniff-sniff? Nei, eða kannski var hún bara, þú veist, kannski var hún með eitthvað hot guy á línunni og hún er bara, ég er bara að finna eitthvað fokkið auðlægina sem er til að passa hundana. Ég get komið núna. Hversu desperate ertu hversu fucking desperate ertu í að þú veist, vilja stunda kynlíf ef að þú rungaði bara þú já, ef að þú ferði upp á Kjalarnes að passa hunda til að, ef að það er eitthvað svona gjaldmiðlun. Já, þú veist, ég er bara allt of graður, það er svarið. Já, veistu, ég samt, ef þetta var, þú veist, í kringum 20 eða eitthvað, þá skilja smá, ég var mjög gæti verið dálítið. Ég var ekki að fara að keyra norður fyrir sex samt, skilur við. Nei. Eða þú veist, ég hef aldrei verið þar. Ég get ekki opnað ómikið persónulega limit, sko, ég segja eitthvað sögur, off-air, En getur ekki komið með eitthvað svona smá PC? Þetta er ekki PC, ég er bara að skammast mig fyrir bara, að hafa keyrt einhver vegalendir, sko. Já, hann komið með eitthvað dæmi vegalendir. Ég ætla ekki að segja PC, ég ætla að segja PG. PG? Svona parental guidance, svona að fólk getur hlusta á það. Nei, bara, þú veist. Hefur þú keyrt í Hafnarfjörðinn? Já, ég hef keyrt út fyrir Höfuðborgarsvæði, sko, bara. Og hvernig var það þegar þú síðan feksta? Varstu bara svona? Nei, það var bara cozy, sko. Bara eitthvað, en samtalið bara svona, hvað er ég að gera? Já, hvað er ég? Já, Það verið komin heim eftir 2 tíma. Já, þú veist, það er, þetta svona. Já, nei, veistu, þú veist, auðvitað er það grilla, skilur við, sem bara að fara í vinnuna. Þetta er svo fucking, þetta er svo pathetic. Ég var ekkert í einhverju rútu, í einhverju rockstar-dóti, skilur, ég var bara eitthvað að keyra Mitsubishi Lancer, skilur, bara eitthvað sem var þetta sundur. En, varstu þess að edrú? Já, ég var ekkert að keyra fullur, sko. Nei, en ég bara setja... Ekki eftir, ég keyrði nokkuð svona fullur þegar ég var 17 ára og síðan misti ég prófið 17 og ég var tekin bara og ég er eiginlega bara mjög glaður ég hafi verið tekin fullur. Og það er ekkert sem getur gert þess að breyta þig? Nei, því það er ekkert því ég bara lærði mjög snemma áður en ég fór að setja líf annara í einhverja feita hættu, skilur. Já. Ég hef alveg keyrt heim úr miðbænum og ég teka fram, ef einhver er að miskilja á einhvern nátt að ég sé að reyna að gera hetjusögur þá er þetta sko, minnst það glatast í heima að keyra undir áhrifum. Já, það er allt glatað við þessu sögu. Já, ég var að keyra heim þegar ég bjóð upp í Breiðholti ég var að keyra heim með lokað annað augað að því ég sá tvöfalt, skilur, ef ég var með bæði augun opin. Það er svo mikið gauta þing þú segi. Já, en pældu samt í því hversu ógeðslega broke þú varst og kannski bara fengið taxa. Já, ekki bara það, en pældi bara hvað maður er og ég gæti örglega tengið, ég var náttúrulega broke samt líka, en ég gæti örglega tengið taxa en ég hugsaði bara, ég nenni ekki sökja bílinn á morgun, þannig ég ætla bara að setja líf allra í umferðinni í hættu í staðinn. Minnst ég alveg tala bara, ef þú búin að fá þér 1 bjór, ekki keyra, ég alveg tala, bara Ég drap minnast þegar ég var að keyra fullur. Og líka, ekki keyra, ég veit að það er ekki margir sem er eitthvað, ég keyri miklu betur þegar ég er friðin.
Nei, þú keyrir miklu betur þegar þú búin að drekka vatn, skilur þú? Já, ég hef séð eitthvað svona YouTube-vídeó þar sem fólk að testa þetta. En, já, ég keyrði einu sinni, sérst, þú var búin að drekka eins og þetta var kannski mögulega að keyra betur og búin að nota amfetamín. Já, það var eitthvað ekki gert, það var bara að vera að smóka og drekka. Já, þú bara eitthvað, Nei, ég basically að segja, þú veist, það er bara annað hver maður á amfetamínda, allir á konserta, Evans, eða Elvans. Eða, það er bara allir. Það er svona athyglislíf. Já, og sér eru allir með athyglisbrestar, allir bara, ég bara get ekki einbytt mér á þess að fara í síman. Á þess að fara í síman ég bara get ekki orðið að heila bíómynda þess að fara í síman. Maður bara, já, það er því þið eru alltaf í símanum. Það er ekki að vera með athyglisbrest. Nei, þetta er bara svona man-made athyglisbrestur, sko. En það er nefnilega máli, ég held að ég er ekki að gera lítið úr þeim sem að eru ég er nokkuð viss að ég sé sjálfur með athyglisbrest og ofverkur, sko. En ég held að við séum að ofdæla lyfjum í lið. Bara alveg gjörsamlega fucking ofdæla konserta og Elvans og öllu þessu kjaftaði, sko, í svo miklu magni í staðinn fyrir að testa svo margt, það er svo margt sem er að testa áður en hún ferð á lyf. Er þetta bara eitthvað svona tilfinningsótt með? Nei, ég bara veit svo ótrúlega marga. Ég geti örugglega flettið upp. Ég er svo glaður að þetta var lokað. Bara, hvað skrifa ég? Lyf við... Ég var allavega að grínast, þú veist, Ísland er, held ég, þunglyndasta þjóð í heimi eða eitthvað svona. Þú veist, ég er bara, Ég held ég mest lyfjaða, þjóð í heimi, sko. Mega sens. Met, eitthvað, lyfi athyglisbrest, met, ég prófa það, met notkun ADHD-lyfja. Það sem ég held, þegar ég fór í testið, þú veist, Hvað test? ADHD-testið? Já, bara í svona próf, til að gákast ég væri með... Maður taka þetta fyrir NoFacegram. Já. Já, og þegar þú tókst testið? Þá, byrjuð ég að pósa. Já, fyrir það. Getum við búið til eitthvað svona podcastala sign í hérna, eða eitthvað? Já. Er það hérna? Já. Er það svona? Ég held það. Er þetta svo P? Hei, cool mynd. Hei, takk það aðra. Er þetta svo P? Getur ekki gera bara svona þetta? Já. Þetta er bara mynd af mér. Ég ætla að segja, hvað voru að tala um? Þú vorst að manna athyglisbresta prófið. Já, ég fór bara inn og þetta var algjör bara cross-approof. Já, og segðu mig frá því, manstu eftir einhverjum spurningum? Ég get ekki pósað og... Nei, ég fann það og hlustundu fann það líka. Æ, sorry, ég ætlaði ekki að trufla okkur, ég ætlaði bara... Já, prófið er bara eitthvað svona, áttu erfitt með að sitja kjur í 7 klukkutíma. Og maður eitthvað, fannst þér erfitt að einbeita þér sem barn? Og eitthvað svona, og ég hugsaði bara, það getur svona leiðandi spurningar. Það getur hver sem labbaði inn í þetta próf og skora bara bullandi fokkin athyglisbrest, labbaði út og fengi lyf. Og veistu hvernig samtal við geðlækna til að fá lyfin eru? Blessaður, ég var að pæla að fá lyf, ok, bæ. Þetta er ekkert, sko, þetta er bara, þetta er galið, dæmi. Ég minna, þú veist, gefur auðvitað að þetta er orðið bara problem, dude. Einmitt, og ég, bara annarkveð maður, bara eitthvað svona, já, ég er nýhættur á konsertum og... En, nú er ég á, sko, lyfjum. Ok. Ég get alveg talað það. Ég bæði prófa konserta og síðan Elvans. Þetta er good shit, ja? Ég veit það ekki alveg. Er þetta limitless pillur, eða? Nei, þetta er ekki eitthvað svona... Ég þér að segja, veit ekki nákvæmlega, ég hef oft talað um þetta. Ég þér að segja? Myndi ekki segja bara þér að segja? Ég veit hver að segja þetta. Fattar mig? Ég þér að segja. Er þetta eitthvað þing sem fólk segir? Ég veit það ekki. Það hljómar ekki þjált, en ok. Sko, ég þér að segja. Ég þér að segja. Það sem ég ætla að segja er það var svo margt sem ég tók út á sama tíma þegar ég byrjaði á þessum lyfjum líka. Hætti ég að drekka og byrja að hreyfa mig, byrja að fara til sálfræðings, fór að taka ADHD-lyf og SSRI-lyf sem er svona kvíða, þunglyndis dæmi, sko.
Hvað varstu að taka? Varstu með svona bara vítaminbox með þér? Nei, þetta bara 2 lyf. Þetta bara bókstaflega 2 lyf. Er það 2 pillur? Já, 2 pillur. Og ég hef alveg tekið tímabila sem ég tek bara ekki konserta bara í mánuð 2 bara því að I don't feel like it. Ég held að sé margt sem spila inn. Ég held að áður en þú ferð á lyf og enn og aftur segi ég man einhvern tíma fengum við skilaboð frá einhverjum mömmu sem var eitthvað ég bara vissi ekki hvað þetta hefur gert fyrir mig. Ég ekki að segja það. Það sem ég að segja líka prófið fyrst líka eða meðfram að hugleiða til dæmis og pæla í svona gut health. Þú veist bara hvað það hefur geðveikt mikil áhrif á mental state hjá þér. Og svona gut flora. Já, það bara svona alls konar hlutir sem að við gerum og líka bara hvenar æfur yfir daginn, þú veist, ferði í kalda sturtu á morgnana og startar adrenalínu snemma eða ertu að gera það seinna daginn, þú veist, ég gera það seinna daginn, maður. Ég gera alltaf snemma, ég vil vera bara, ég vil fara strax á stað. Ég vil helst fara í ræktina fyrir 10:00. Það er my ideal. Ertu bara, það frídagur. Nei. Nei, tekka á scenario og þú verður að vera completely honest. Gerum eitthvað svona scenario þar sem að Jóvanna og allir krakkarnir eru út í helgaferð eða eitthvað. Basically á morgun, ok. Já, ok, og þarf ekki ímynda þetta. Nei, þetta er bara fyrir að gerast á morgun. Já, ertu að fyrir ræktina á morgun? Já. Vel gert, maður. Þú gerir það fyrir þig bara. Ég ekki gert það fyrir neitt annað. Ég bara fara ræktina. Ég elska að fara ræktina. Mér finnst ógeðslega næs. Ég bara... Ef þú er einn í heiminum, heldur þú að vera massaður það? Heldur þú væri bara eins og ert, skilur þú? Nei. Heldur þú væri fatty? Nei, erst einn í heiminum. Ég myndi aldrei vilja vera einn í heiminum. Hvað myndir þú geta? Myndir þú? Nei, örugglega ekki. Ok. Veistu hvað væri samt sad að vera einn í heiminum? Það fyrir eftir hvað ertu með? Hvað? Það er ekki, málið. Ertu með YouTube? Hver er að búa til YouTube? Dude, það er ekki eins og sé ekki búið að búa til nú á YouTube. Þetta meina að við myndum bara núna bara hætta. Já. Ég er ekki þannig bara svona einn í heiminum eitthvað svona caveman. Veistu hvað þetta væri? Nei, ég held í alveg tala að... Væri þér hrættur? Væri ekkert þess að hrættu við? Eru enga mannes, eru dýr? Eru dýr. Já, ok, þá er ég alveg svona, ég geti örugglega að chilla bara með einhverjum öppum eða eitthvað. Á Íslandi? Nei, ég myndi alltaf fljúga til útlanda. Já, hvað, það læra að fljúga á YouTube? Já, veistu hvar? Hvar? Á YouTube. Þannig að þú myndir bara fara og æfa í 3 mánuði eitthvað. Að fljúga? Já, en ekki 3 mánuði, ekki meira svona 3 ár eða eitthvað. Já, en ég er að tala þú bara, þú er að fíla að þú tókst ekki að svona, oh my god, ég er einn í heiminum, ég verð að finna mig leiðin út. 3 ára sko á YouTube. Nei, já, til að læra að fljúga. Ég fattaði það, en ég er bara að tala eða þú ert einn í heiminum. Mætti ég ráða hvar ég myndi spóna fyrst? Því það væri ömurlegt að byrja á Íslandi. Nei, ég er talað, ég sé fyrir mig það rafmagn og allt, skilur við. Þú getur bara labbað henni í kringluna en alltaf matun og það er alltaf opið? Yes, you make it open, dude. Brýtur það bara. Já, en þú veist, net. Það er bara net og rafmagn og það er ekkert öðruvísi. Það er ekkert öðruvísi en það er bara engin. Þú getur verið að taka upp podcastin, ég bara væri ekki hérna. Er fest brauð í búðinu á mótnana? Í náttúrulega nokkra daga, en svo þú veist, þetta ekkert rífrestað, skilur við. Svo þurftur að survive. Það er það bara að ganga frá öllum búðunum. Nei, þú þurftur að fara, borða þess mikið af fersku brauðu og getur fyrstu daga. Já. Og svo er þetta bara að kaupa canned food og náttúrulega fristirinn og svona bónusir áfram. Þannig að ok. Getur lifað frekar eðlu lífi, kannski svona 2 ár. Það er örugglega meira. Já, þegar þú segir það, sko. Ég meina bara eitthvað svona frosin kjúl og eitthvað. Er ekki svona er ekki svona dósamatur? Döður hann ekki bara eitthvað? Ég ætla að segja bara, Ég held sko að dósamatur lifi ekki jafn lengi og við höldum. Nei, við sjáum alltaf í bíómyndum. Já, þá í zombiemyndum dós og það er að borða bara 10 ára gamla dós. Ég held að virka ekki þannig, sko. Ég held að alveg að virka ekki þannig. Ekki, dude, ef við ekki bara... Ég ætla að spyrja hérna, how long does... Ertu með
Definitely. How long does canned food survive? Já. Ert þú á tímanum með það? Nei. Ég ekki hugmynd. Ég get séð það samt, ég get séð það í kamerunni. 44 minnur. Aha, nice. Sko, the shelf life of canned foods varies. Canned goods can last for 2 to 5 years. Even longer if stored properly. Já. Stored properly, ég meina það, allir kælarnir eru í lagi. Já, líka, þú veist. Tjekka það sem á mér. Hvað myndi maður síðan gera? Væri maður bara að borða keks og eitthvað? Ég er ekki fara eitthvað... Elda? Nei, og líka, segjum að ég myndi bara svona, ég er svo fucking songur, þetta er bara slátra kind. Segjum ég gera það. Já. Úff. Hvað er ég síðan að gera? Já, væri... En þú, veistu hvað getur gert? Hvað? Sem er easy. Að setja bara í pott? Nei, fisk. Er það easy? Já, það er svona tilturlega easy að flagga fisk. Þú myndir læra það á YouTube. Auðvitað, maður getur alltaf bara lært allt í YouTube. Já, en þú veist, ég held þú getur ekki eitthvað svona... Já, how to cook lamb, en ég held að það sé ekki eitthvað svona how to slaughter and... Maður ekki bara spurt how to slaughter a lamb. Þetta spurði ChatGPT. Já. Hvað kemur? I'm sorry, but I can't assist with that. Tjekka mér. Fannst ég að fá þetta á einni heiminum. Heldur það væri ekki svona, væri ekki... Já, Damn, I'm gonna die. Damn, ok, maður. Já, ég held að myndir alveg finna leið. Það myndi sökka svo mikið að vera einn í heiminum á Íslandi. Hvað? Á 17. degi bara það sem er grátt úti og þú ert bara... Þá held ég myndi kjósa mér að fara í drekkingarhill, sko. Frekar en að fara bara á Bessastað og búa þar. Það er ekkert bálinn að búa einhvers staðar ef að enginn veit það. En þarna kemur inn á eitt dæmi sem er svo fyndið. Það er ekki bálinn að búa einhvers staðar ef enginn veit það. Ég veit það, þetta er svo fyndið. Eins og þegar fólk er að kaupa sér einhver dýr úr og einhverja Gucci-bólu og eitthvað, það er ekki að gera það fyrir sig. Nei, en það eru definitíð til dæmi það. Þú værir ekki í Gucci-bólu eða væri einn í heiminum. Nei, en eins og Í hverju myndið þú vera og vera einn í heiminum? Ég myndi alltaf bara passa. Ég væri yfirleitt í svona jökkimbúsum. Já, bara einhverju þægilegu. Og ég náttúrulega líka bara myndi Myndir þú hægt að ganga í nærbúsum? Nei, ég fíla nærjus. Ég líka. Ég verið bestli nakin að leiðan að sofna og ég er bara svona að ég verði að fá nærjun til þess að sofna, sko. Ég fíla meira svo í nærjum heldur en nakin. Ég líka, ég er að segja það. Ég veit ekki, mér finnst bara svo nærjum það sé svona bara til að knúsa mig. Já, bara passa utan allt, þú veist. Passa mig? Já, það er bara að passa þig. Þó það gerir í raun og veru ekkert, það er ekkert eitthvað svona eins og ef maður gleyma að fara nærjur og þá eitthvað vaknar maður og það er alltaf til kúk, skilur eitthvað. Nei, ég hef ekki hugsað það, en finnst þér, gengur í hvítum nærjum? Já. Alveg hvítum? Já. Finnst þér aldrei skeri? Jú. Líka. Mér finnst það skeri. Ég hugsa á það, sko, því fyrir hvítar nærjum og þá hugsa ég alveg bold move, gauti. Skilur, þetta er alveg svona. Já, en hugsaðu aldrei bara svona á ég að hafa klósupapir just in case. Þú veist, hvað myndi klósupapir gera ef þú væri búin að skíti í þig? Hann myndi væntanlega, ætti maður að setja svamp á þegar maður fer í svamp? Eða túrtappa, hvað voru ég talking about? En það væri, veistu hvað væri, þegar þú væri búin að taka hana sexy sopan og pían er bara, ég ætla að fara heim með þessum og þú værir heim og hún var ertu með dömbindi og þú myndir segja já, just in case ég er hvítur nærbúsum. Já, get svan. En mér er samt hvítur nærbúsum sexy. Já, maður líka verður að tanaður í þeim. Ég er í hvítur nærbúsum, sko. Sjá mér, ég held að ég sé í ég er í my blue. Ég er í hvítur nærbúsum og það er með svona Ertu í Nike nærbúsum? Já. Hey, that's when you know you're rich. Sko, Nike-nærjurnar eru samt spons. Já, þær eru það vissulega, en Nike-nærjurnar eru ekki uppáhaldsnærjurnar mínar. Tommy Hilfiger nærbúsunar eru uppáhaldsnærjurnar mínar. Þær eru sexy. Þær eru, sko,
Nægnariðnar að gera ráð fyrir því sem aðeins starra tippi. Já, þetta er gert fyrir athletes. Þannig að þú veist, pókinn sem framan á, hann svona fer ekki í bungu í pókanum, heldur svona liggur hann bara á bungunni, skilur við? Já, þannig að ég smá þess að tjaldtæll. En í Tommy Hilfiger, þá verið að gera ráð fyrir bara mönnum sem eru bara svona pretty normal sized, skilur við? Og þá næri hann að fara í hálfringin sem ég vil hann sé í. Sem að þarf hann með comfortið. Já, að ég vil ekki að hann, þú veist, ég vil ekki að hann liggi á bungunni eins og tjaldtæll. Ég veit hvað það tala um. Er það ekki? Jú, og mér finnst þannig buxur glatar, en þú ert væntanlega í svona aðsninu nærjum, right? Hvað þýðir pá-væ á leiðinni? Pá-væ? Þýðir það hvað er það, Ali G að tala við? Nei, Ali Da. Wow. Hún verður með okkur næsta þetta. Ok.